En við ætlum að setja okkur í samband við sveitafélagið Ölfus, svona eins og við gerum alltaf á 50 dögum. Og þar mín kæra vinkona, hún Barbara Guðnadóttir, menningarfulltrúi. Hæ. Blessaður. Hvað segirðu? Bara rosalega fínt. Er þetta ekki skemmtilegt þegar þú ert orðin mín kæra vinkona? Vá, hvað næst? Já, nákvæmlega. Herðu, þú varst á skemmtilegu fundi í gær Leyndardómar Suðurlands. Já. Og við svona rýndum aðeins í þetta áðan hérna ég og Árný Lára. Ok, þannig fólk veit svona nokkuð út af hvað þetta gengur. Já, svona nokkuð veginn. Hvernig fannst þér þessi fundur fara fram og hvernig leggst þetta allt saman í þig? Þetta var þess fundur með tengiliðum úr öllum sveitafélögum. Já. Og þetta bara allir að reyna að koma á framfæri þessari hugmynd að það verði einstakur og stór skemmtilegur viðburður hérna í lok mars sem kallar þess Leyndardómar Suðurlands. Við erum að reyna að kynna Suðurland, búa til viðburði og kynna allt þetta frábæra, bæði menningarstarf og hérna þess að ferðaþjónustaðila sem er hérna. Jú. Og reyna að fá fólk til að koma bæði á Suðurlandi, bæði Íslendingar sem búa annar staðar og útlendingar sem eru á ferðinni. Og svo líka bara hvetja sunnlendinga til þess að fara svæðið og kynna sér allt þetta frábæra starf sem er unnið í það og hérna náttúrulega flotta náttúru og bara ýmislegt sem er í boði. Já, við fórum aðeins inn á það hérna áðan að það er ekki bara þjóðvegur 1 sem hægt að skoða, það eru margir aðri staðir. Já, og þess vegna kannski kallast þetta líka Leyndardómar. Þetta er eins og Ferðamálastofa búin að vera að reyna að búin að vera með verkefni Lindarmál, ég held ég að það hafi nú reyndar kallast. Þannig að það er svolítið verið að lokka fólk frá þessum stöðum sem við þekkjum að skoða eitthvað nýtt. Já, akkurat. Og það verður einmitt heilmikið eitthvað sem maður kannski vissi ekkert af skoði. Þarna 28. mars til 7. apríl. En er þetta þá hvert sveitafélag með eitthvað í boðið? Er þetta ein heild? Hvernig? Já, það er á hverju stað, sko, þetta er í rauninni, þetta er miklu meira heldur sveitafélagin. Þetta eru fyrirtækin, einstaklingar, félagasamtök, handelshópar og bara allir sem að hafa áhuga geta verið með og eru þá að bjóða upp á einhverja viðburði eða einhver sérstök tilboð eða eitthvað. Já. Og svo verður þetta kynnt sameiginlega undir merkinu Leyndardómar Suðurlands. Og það er hérna það sem er að halda utan þetta og sér í rauninni kynninguna, svo getur náttúrulega hver sig kynnt svolítið vel sinn viðburð. Akkurat. Er skráning hafið fyrir þá sem vilja vera með í þessu? Já, það er hægt að skrá sig og það er hægt að gera það bara Magnús Hlynur, hann er verkefnastjóri. Þannig það er hægt að skrá sig og hafa samband við hann. Eða þá hjá þessum tengiliðum eins og hjá mér í Ölfusinni og Árnýju Láru í Rangárþingi og ég glatt af, hún ekki? Eystra. Já. Hvolsvöllur.is. Og yfirleitt veit fólk svona hverjir eru tengiliðnar á þeirra svæði. Þetta eru sömu aðilarnir og voru tengiliðir fyrir safnahelgina og eru svona þeir sem að kannski starfa hjá sveitafélagunum, svona allflestir, ekki allir samt. Stundum er þetta verkefnastjórar sem eru með ákveðin verkefni eins og Iðunn í Flóanum. Jú. Og þannig að fólk getur bara haft samband við tengilið og skráð viðburði og ég held að sé sko í rauninni út þessa viku, það er ennþá hægt að koma með eitthvað næstu viku en helst að bara fara að skrá viðburði núna strax. Já. Og ég veit að fólk ég veit að sveitafélögin sem hver ætla að bjóða ókeypis í sund einhverja daga. Og þannig að sveitafélagin eru líka að taka þátt með einhverjum viðburðum. Ég veit að í Hveragerði verður alls konar íþróttir fyrir fjölskylduna, heilsudagar einhvers konar. Við ætlum að bjóða upp á Hellaferð, það verður bjóða upp á ferð í Arnarker. Já. Þar sem að björgunarsveitin verður á staðnum og lánar, það þarf að fara með ljós og náttúrulega hjálma þegar maður fer inn í svona helli og þetta er alveg heilmikil ferð. Ég hef til dæmis aldrei sjálf farið alla leið, þannig ég hlakka mjög mikið til. Það eru að hafa margir farið þarna og eins og Raufarhólshelli farið svona aðeins inn og skoða og ekki tætt sér lengra þegar það fer að vera ansi mikið myrkur. Jú. Þannig að þetta er bara frábært tækifæri. Nákvæmlega. Og þessi Leyndardómar, það er þetta að skoða þetta nánar, er það ekki inni á suðurland.is?
Jú, ég Til dæmis? ég efast að síðan sé komið upp nú þegar. Ég allavega held að það sé stemt að því að opna Suðurland.is sem nýjan vef fyrir allt Suðurland. Það sem verður rosaflott viðburðardagatal. Já. Ég er búin að sjá prototípuna að þetta verður stórglæsilegt. Lofar góðu. Lagt upp á flottum myndum og hana skemmtilegu efni. Frábært. Þar verður hægt að sjá allar dagskrána. Mér skilst að það er líka að prenta eitthvað út til þess að fólk fær þá sent yfirlit yfir dagskrána. Það er ekki allir sem eru alltaf á netinu eða eru að sjóa þeir í að fletta upp í svona viðburðardagatal. Nei, það eru, ég veit ýmsa sem eru bara einfallega ekki nettengdir. Já, það er, ég veit líka marga. Já. Það er bara, þetta er það er meira en að segja að vera að halda yfir allar þessa tækni þróun sem hefur átt sér stað. Já, segðu. Og marga óar við þessu. Sérstaklega þeir sem eru kannski af gamla skólanum. Já, eldra fólki. Reynir bara að hafa samskipti sín á milli, svona mann við mann og til að hafa einhver tækja milli. Já, nákvæmlega. Það er líka flott. En hvað er hann svona frétta úr sveitafélaginu Ölfus? Bara fínt. Við erum bara í rosa, allir svo glaðir og kátir. Lúðrasveit Þorlákshafnar, hún skrapp í bæinn og hélt rosa flotta tónleika, afmælis tónleika held ég bara í Hörpunni. Lúðrasveitin heldur áfram að meika það eins og er sagt. Já, og sér ekki fyrir endan á því. Nei. Þau eru að fara að spila líka á stórtónleikum í Grindavík. Jú. Þegar afmæli Grindavíkurbæjar verður haldið hátíðlegt. Þetta með Fjallabræðurum og Jónasi Sig og fleirum. Já. En þarna síðasta þriðjudag þá voru, og mér skilst að það bara verið fullur salur, og í Hörpunni það var Norðurljósasalurinn. Já. Þar voru þau að spila svona kvikmyndatónlist. Já, mjög vel sótt og gríðarleg stemning. Já, æðislegt. Þetta var náttúrulega farin alveg rútuferð úr Þorlákshöfn. Er það ekki? Já. Sæta ferðir? Og það voru mjög margir sem fóru og eru bara, sko það eru komin svona gruppíjar. Já, fyrir Lúðrasveitina. Sem bara allir bærin held ég. Já. Þetta er svo skemmtilegt þegar svona hópur er að gera flotta hluti. Já, þetta eru allir mjög stoltir. Þetta er svona svipuð stemning og þegar að Þórsarar eru að gera það gott í körfuboltanum. Það verður svo mikið stemning í kringu það. Já, verður allir svo glad. Já. Svo má maður ekki gleyma að þegar það gengur ekki alveg jafnvel, þá verður maður samt að styðja við fólki. Það má ekki bara snúa baki við. Nei. Það skiptir svo miklu máli að fá góða hvatningu. Já, saman hvernig gengur. Það er náttúrulega bara í öllu. Já. Er eitthvað framundan hjá... Þannig að við bara fólk til góðra verka. Já, algjörlega. Er eitthvað framundan hjá okkur? Það er svona aðeins rólegt núna í augnablikinu, en svo bara er heilmikið í bígerð. Ég held ég eftir að segja mikið frá mörgu næst þegar við heyrumst. Glæsilegt, það er náttúrulega... Það er pípunum sem er ekki alveg hægt að segja frá akkurat á þessari stundu. Akkurat, Mars er handað við hornið og það er margt að fara að lifna við. Já, við vorum einmitt að fá auglýsingu bollur og eitthvað svoleiðis. Herðu, bolludagurinn er á mánudaginn eða ekki? Hann er á mánudaginn. Það er ég, var ekki búin aftan með á því að þetta væri bara rétt handan við helgina. Jú. Allt að fara að gerast. Það er einmitt að fara að byrgja sig upp þegar krakkarnir fara að streyma. Já, ég segðu. Það er á miðvikudaginn, það ekki, öskudagur. Jú. Þetta er skemmtilegt. Svo styttist í fermingar og það er bara styttist í vorið. Bara sumarið á næsta leiti. Svei mér þá. Bara þetta er skemmtilegt. Barbara Gunnardóttir, menningarfulltrúi í sveitafélaginu Ölfus. Já, hvað hafa þetta svona formlegt í lokin? Já, bara það er þannig dagur í dag. Já, bara takk aðeinslega fyrir spjalli og við heyrjumst eftir viku. Takk sömuleiðis. Takk. Bless.